Þetta 9. ráðstefnan okkar og yfirleitt alltaf bara fullt út af dyrum. Það eru 270 þátttökuþjóðir hérna í dag. Við erum að einblína á tengsl og tengslamyndun hjá börnum og unglingum, aðalega fókusera á það og þá jafnvel á milli hvernig foreldrar og börn tengjast. Það eru 9 fyrirlestur hér í dag og þar af er hún Kath frá Bretlandi. When the baby is in the mother's womb and the mother is talking to the baby and the mother is thinking about the baby and the mother has warm feelings towards looking forward to this baby coming, already that baby is receiving healthy hormones and chemicals through the placenta. So even before birth that relationship starts. Because when we're born, our heart is just going to grow in size, our liver will just grow in size, but our brain makes millions of connections. And if children, young people, teenagers experience love, warm relationships, then healthy pathways will develop so that then they're able to look at other people and be able to feel and be empathetic and understanding towards them. Og fyrstu 1000 dagarnir sérstaklega skipta máli frá getnaði og fyrstu 2 árin eftir fæðingu og þetta hefur áhrif ekki bara á geðræna heilsu, heldur líka líkamlega heilsu. Og líðan móður á meðgöngu skiptir mjög miklu máli. Það mjög mikilvægt að grípa inn í snemma strax á meðgöngunni ef að það ekki að ganga nógu vel fyrir móðurinn eða foreldrana aðlagast þessu nýja hlutverki. Og það það sem að þið gerir í FNB-teyminu? Já, í FNB-teyminu og miðstöð foreldra og barna. But teenagers, they don't use the same bits of the brain. We know this because we've shown them images, we've asked them questions while they've been under MRI CT machines, and we know that they do not use the same bits of the brain. So things like recognising emotions. So I would look at your face and think you look really happy and relaxed, but a teenager might not understand. 50% or less they will be able to recognise. So they might say to you, why are you looking at me like that? And you think, I'm not, but it's because they don't use the same bit of the brain. So we now know that. So it helps us to understand that it's okay for, for instance, teenagers, when they're talking to you, they prefer not to look at you. So you may be driving the car and that's when they'll tell you something that's on their mind, when they don't have to focus on you because they don't recognise what emotion it is you're showing them. So it's great to begin to understand some of the things about teenage brains. Mér finnst það mjög mikilvægt að eins og BUGL sé með sína ráðstefnu og sé svolítið að miðla út til almenningsins hvað í gangi og gefa ráð og jafnvel eins og með þessar ráðstefnu þá hún með námskeið svo eftir helgi hún Kath. Þannig að fyrir þá sem hafði áhuga því að halda áfram að vinna með, þannig að þetta gefur fullt fólki mikið tækifæri og upplýsingaflæði.